Kjarni málsins. Lestur byggður upp af táknum og hugtökum. Mikilvægt fyrir nemendur að ná tökum á þessu strax við upphaf lestrarnáms. Ef eitthvað fer úr skorðum hér, þá eru líkur á því að lestrarnámið taki á sig óvæntan krók. Bókstafir og tákn. Með táknum átt við bókstafi, tölustafi, greinarmerki og stærðfræði tákn ýmiss konar, tvívíð tákn sem sagt. Eigi nemandi að geta lesið, skrifað og skilið hugtök, þarf hann að þekkja tákn ritmálsins. Og þá átt við að þekkja þau vel, svo vel að hann þurfi ekki að hugsa sig um. Það engin trygging fyrir því að bókstafur líti eins út í huga nemandans og hann gerir í raunveruleikanum. Markmiðið með öðrum orðum að barni geti svarað nánast hæl þegar það sér tákn, til dæmis bókstaf. Ekki hugsa eða brjóta heilanum. Það merki óvissu sem þarf að eyða. Skólinn kennir börnum að lesa með því að tengja saman hljóðstafana. Þau hljóða orðið, dæmi hús. Það að sjálfsögðu nauðsynlegt að þekkja hljóðstafana. Fyrst sinn hljóðar nemandinn og les mjög hægt af þeim sökum. Með tímanum hættir hann að hljóða sjálfkrafa, því hann þekkir fleiri og fleiri orðum leið og hann lítur á þau. Þetta á því miður ekki við alla. Ég hef svo til aldrei lent í því að nemandi kunni ekki hljóðstafana. Mjög lesblindir nemendur hafa komið til mín ólæsir, en þeir kunna hljóðstafana. Það ekki vandamálið. Vandamálið að bera kennsl á bókstafinn. Ef nemandi þekkir ekki stafinn, hvernig á hann þá að geta borið fram hljóðans? Leið og honum bent á hvað stafurinn heitir, til dæmis M, þá segir hann Og hvernig brugðist við? Því miður oftast með þessum hætti. Nemandanum nuddað upp úr meiri hljóðun. Lesa meira viðkvæðið.